þína mjúkar sætar svo heitur koss. Horður blómum hálsinn gullin kross. Ef ég segði ég finn ekki til þá, það ekki satt. Ég faldi það bak við grímuna, leta liggja kjurt. Þegar farið á bak, stendur knapinn þétt upp við hlið hestsins til móts við aftari hluta hnakksins og snýr fram. Taumurinn settur upp á makka hestsins og haldið hann eins og í reið, með tauminn á milli buggfingurs og litlafingurs. Varast skal að taumurinn sé lagður í kross háls hestsins og hafa skal í huga að hreyfingar séu mjúklegar svo að hestinum bregði ekki. Þegar farið á bak, þá liggur handleggur knapans yfir hnakkinn. Standi knapinn vinstra megin við hestinn skal hann stíga í ístaðið með vinstri fæti, spyrna sér upp með hægri fæti, hallar sér fram og yfir hestinn og færir fótinn varlega yfir lendina. Knapinn finnur ístaðið fjær megin og sest síðan rólega í hnakkinn. Ef knapinn á erfitt með að fara á bak frá jörðu, þá betra að nota tröppu eða aðra upphækkun sér til hjálpar, til þess að skapa ekki óþarfa álag og áreiti fyrir hestinn með því að toga sig upp og draga jafnvel hnakkinn til á baki hestsins með tilheyrandi óþægindum fyrir hann. Einnig hægt að nýta sér náttúruna sér til aðstoðar við að fara á bak með því að finna sér brekku, þúfu eða aðra upphækkun til þess að auðvelda að fara á bak bæði fyrir knapa og hest. Mikilvægt að knapinn haldi léttu taumsambandi við hestinn þegar farið á bak til þess að hesturinn standi kyrr. Það ekki síður mikilvægt að fara rétt af baki heldur en að fara rétt á bak. Þegar farið af baki mikilvægt að hesturinn standi kyrr. Mikilvægt að losa báðir fætur úr ístöðum, halla sér fram, sveifla öðrum fætinum yfir hestinn og renna sér síðan rólega af. Varast skal að skilja annan fótinn eftir í ístæðinu, þá geti myndast slysahætta ef að hesturinn færi af stað og fóturinn yrði fastur. Ekki skal renna sér niður lend hestsins þegar farið af baki, hestinum gæti brugðið. Mörg slys í hestamennsku verða einmitt þegar verið að fara á eða af baki vegna þess að fólk gætir ekki að sér.